það Paradise, enda Paradís í gangi hérna í stúdíón FM 957 núna því að, þátturinn FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína og mætturinn til minn hann Pétur Jóhann Sigfússon, verður velkominn. Já, ekki kærlega fyrir það, sannur heiður að fá að vera með ykkur, vera einna með þér. Já, og líka að koma í kjölfarið af, þú veist, Gustinum Há. Gusturinn Há Austmann maður, Guðminn almáttur, kom á eftir kvikindinum. Kallar hann Gustin? Gusturinn? Já, við erum alltaf félagar, skil. Já. We go way back, ég og Há Gustur maður. Há Gustur var inn á FM 957 þegar þú varst í Ding-Dong, hefði ekki? Jú, way back maður. Það bara kjaftaði maður. Þegar þá gállinn á Há Austmann, þá bara, það ekki þurr stúlka í salum. Já, það er þannig. Það var oft verið þannig, ég hef stundum séð til hans þegar svo. En við ætlum ekki að staldra lengur við það, við erum með stútfulla þátt fyrir ykkur hér í FM 95 Blöð, Pétur Jóhann Sigfússon og sjálfur Blöðkanturinn á hliðinni og Blöðmaðurinn ætlaði sér. Já, en það þarf að bjarga sér. Þetta náttúrulega, þú veist, útvarp 101. Það hárrétt hér. Þetta í beinni útsendingu. Já, þannig að þú veist, maður þarf að éta honni í sig og maður þarf að bara taka því sem vera ber, sko. Það þannig, en það var eins og hárrétt hjá þér, Pétur, að við erum með stútfullan þátt í dag. Pétur Jóhann Sigfússon, hann keypti prumpublöður í hádeginum. Ég veit að þetta hljómar, ekki eins og besta útvarpsefni í heimi, en trúum. Hvað, ætlar að gera út af þetta bara strax? Nei, við tókum upp 2 símtöl hérna áðan og þau eru reynda virkilega skemmtileg. Við spilum þau fyrir ykkur hérna eftir. Sem ég vil meina að gæti orðið ódöðleg. Já, trúðum mér, þau komu mér á óvart. Þegar þú sagði mér hérna að keypt prumpublöður, þá var ég svona pínu efinn, sko. Af því að það er 2011. Þetta er alltaf fyndið með Guðminn almáttur. Já, 2011, en símtölinn eftir eru virkilega skemmtileg. Við hringdum bæði Gullu línuna og hringdum í Glitni og Pétur var með blöðruna milli lappana. Heyrðum það hér á eftir. Svo að koma til okkar, einhver kynþokkafyllsti maður Evrópu, Björn Hlynur leikari að leiðinni til okkar strákana. Vá. Já, sko, ef ég finnst Heiðar Austmann kynþokkafullur. Já. Góðan daginn, Björn Hlynur, sko. Já, góðan og blessaðan daginn, gleðileg jól og gleðileg pásku til hamingjum og afmæli. Segjum bara, ég sko, ángrís, ég myndi ekki sparka honum úr rúminu. Mér langar eiginlega bara að hann verið kosin hetja ársins. Fyrir kynþokka. Bara í ganni, kynþokka og bara í ganni með. Þetta er bara rugl. Við bara tilnefnum hann hér með þessum hetju ársins. Björn Hlynur. Og það komin, sko, bara því hann að koma, þá alltaf bráðnað. Það byrjaði að rigna og snjórinn að fara með. Já, ég veit að það var frost í morgun þegar ég vaknaði. Svo bara þegar þú hringdir eru Björn Hlynur að koma, þá byrjaði bara að rigna maður og bara þýða allt land bara. Það oftast þannig, ef Björn Hlynur mætir eitthvað, þá alltaf rennandi blöð. Það ekkert flóknar en það. Nei, Svo ætlum við í Honk If You're Horny, Pétur Jóhann og Björn Hlynur. Það ættu nú að vera að flautað eitthvað þá þegar þú ferð með Bjössa hérna út í trafikinu eftir maður. Út í þýðuna. Já. Nóa bílu núna, allir að versla fyrir jólin, allir á bara Miklubrautinni. Já, vá. Við gætum sett met í Honk If You're Horny í dag. Já, hvað er metið? Metið svona 30 góð flaut á 3-4 mínútur, sko. Já, ég skal toppa það. Já, við ætlum að toppa það. Þannig að ef þið eru á Miklubrautina eftir 5 leitið þá megið endilega flauta. Ég geti toppað þetta 30 bara hérna í stigalíðinu, sko. Já, segðu. Ég bara sleppti að fara hérna út á Miklubraut. Ég meina, ríðu þið bara úr ofan og það flautar öll höfuðborgin. Já, ekki vandamálinn. Sementspóki bara á ferði í stigalíðinu. Ert þess að sementspóki þegar þú ber ofan? Ef ég ber ofan? Já. Þú ert reynda búin að massa þess svolítið upp, Pétur. Nei, það er ekki rétt fyrir þig. Jú, mér finnst það. Ég er bara búin að fitna þins. Nei. Já. Þetta er bara óléttuspikk. Nei. Ekki það að ég var ekki óléttur, en þú veist, það gerist svona með það. Já, náttúrulega, veist, þú varst eignast barn. Ég er náttúrulega einhvern veginn vaxinn eins og bara, ég veit ekki hvað, sko. Þú veist, ég er alltaf eins og kubbur í læn. Já, samt einhvern veginn. Það er alveg sama hvað ég reyni að fara í ræktina og svona. Ég var alltaf bara meiri kubbur. En samt gerur þetta töff, það er að fallega við það. Þú ert mjög töff, Pétur. Þú ert ekki á neina ráðgjör öðru. Ég er ekkert að ljúga þér. Vá, maður. Það er bara, hakaði kjærlega þér. En er það þannig þegar konan er ólétt? Ertu þá að borða fyrir 2 þá líka? Já, 4. Maður grunar þetta tvíburar. Já, svo er bara komið söruflóð núna maður, jólin að koma. Ég held ég sé bara það sem af er, 21. desember. Búin að éta svona 200 sörur bara frá því í byrjun desember. Þið finnst það góðar? Já, við getum orðað þannig á. Það eru rugl, sko. Sörur eru rugl. Hver fattaði upp á þessu? Ég veit það ekki. Hver ákvaða, hverjum datt þetta í hug að búa til sörur með súkkulaði? Þetta er, veistu það? Það kemur ekki orð að vera Jói Fel sem að starta þessu. Já, lítur bara að vera maður. Ég meina, þetta er bara eins og blautasti draumur, þú veist. Þetta er bara, nei, í alvöru tala. Mér finnst þetta sick. Já. Mér finnst þetta sjúkt. Það er sjúkt hvað sörur eru góðar. Fyrir ykkur sem hafa ekki smakkað þær, þá myndi ég kíkja á felarann og tjekka á þessu. Þetta er í bullunni hjá honum. Já. Ekki það hérna við sem auglýsa Jói Fel fritt, þetta er bara heilagur sannleikur. Nei, þú veist, hún Sigrún blessunin, hún Sigrún mín. Kona, okkur tala um þessu dáin.
Sigrún, blessunin mín. Blessunin hún, Sigrún mín. Hún ekki dáin. Já, ég veit að þú fórst alltaf bara í einhvern þannig gýr. Já, hún er búin að baka þetta. Já, ok. Upp úr öllu valdi. Upp úr öllu valdi. Já, það spikveitur þátturinn sem við sagðum án og svo ætlar Pétur Jóhann líka. Við erum búin að vera að heyra það núna. Það eru beinar útsendingar úr Kringlunni, það eru beinar útsendingar úr Smár og Lind. Bjarni er að flakka það á milli og Bylgjan og svona. Við ætlum að prófa okkar. Nema þú ætlar að kikka í skipholtið og aðtöga hvernig jólastemningin er. Mér skipholtið búið að gleymast. Já. Þú veist, Laugavegurinn er samtök utanum sig sem heitir bara Laugavegssamtökin. Svo alltaf beinar útsendingar úr þessum verslunarmiðstöðum. En ég meina, þetta nú gamalt mekka viðskiptalífsins, það skipholtið. Og það bara fullt í gangi þar. Auðvitað. Herðu, það Pítan. Það American Style. Ætlar að tjekka hvað að gerast það? Ég get ekki betur vita en að það bara flott tískuverslunna, það hótel þarna kallinn. Já, en þú ert að fara þú ert að tjekka eitthvað starf sem fólk eru ekki bara gjafir. Ekki tónlistar... Jú, það tónlistarbúð þarna. Hljóðfærabúð segi. Herðu, bingo, Vinabæ. Það þarna, en ég meina það kannski ekki að gerast það núna. Náttúrulega, ef það einhver núna í bingo í Vinabæ, þá þarf hann aðeins að fara að skoða sín mál. Já. Klukkan 4 á miðvikudegi. En ég heldur endur að sé bingo í kvöld. Fyrir áhugasama. Kíkjum á stemmingunni í skipholtinu á eftir. Hárrétt. Svo finnst mér líka mjóttin verða svolítið undir í þessu öllu saman, en við höfum ekki tími að fara á báða staði, þannig að þú tökur skipholtu eftir. En eins og þið heyrið, Björnlinur, Prumpubladra og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að það spikfeittur þáttur framöndan. Og við ætlum að stinga og við ætlum að bara sneisa þetta allt saman. Já. Með 50 cent. Með 50 cent, reyndar ekki með 50 cent, en manstu þú sendir mér SMS daginn, þú spurði hvaða lag þetta? Ég elska það, manstu þú sendir mér það? Já, með Jay-Z. Það komið. Já, það á svona dögum sem ég get óskað þess að fólk sæi inn í stúdíu því að Pétur Jóhann dansaði núna í 3 mínútur fyrir kvættin. Já, þetta lag í ruglinu, það bara þannig. Skilir þetta ekki? Nei, enda varstu að byrja að dansa, þú ert búin að vera veikur í viku, þú ert dansandi núna í FM-stúdíón af gleði. Já. Það mikill munur. Hvað var að ángraði, Pétur? Nei, ég ekki með veikur í viku, hvað vill þess að Nú sagðum þú að búin að vera með einhver ælupestu eitthvað? Nei, já, það var bara svona sólarrings. Nú, ok. Fegst bara eitthvað sólarringsbest? Já, ég kýsa að kalla þetta sólarringsbest. Já, komið þú báðum endum eða varstu bara í... Nei, bara öðrum endanum. Já. Neðri. Nei, þetta kom úr... Efri. Já, efri, jú. Rétt, efri. En það nú allt saman að koma tilbaka, sko. Já, maður er veikur jólinn, maður. Nei, það ekkert í búið, maður. Það bara, þú veist, það svona rót, skilur. Já. Þú finnur stundum í maganum að það kemur svona munnvatn líka upp í kjáttina þér og, skilur. Já, það svona, þá veistu að það að fara að koma æla, það alveg skelfileg tilfinning, maður. Já, það kemur stundum. Já. En já, þið að hlusta hérna á FM 95 og FM 957 og eins og áður hefur komið fram nógum að vera Björnlinur, kynþokkinn drýpur á hann og leiðin inn í stúdíó til okkar, margt sem við erum að ræða við hann er að koma nýtt leikrit og við erum með mjög skemmtilega raðaspurningar á hann og fleira. En ég ætla, Pétur, það var ein frétt sem að sló mig sérstaklega í ljósið þess að, mér finnst þetta tengjast þér pínu, að því að núna í dag, reyndar ert þú ekki á Facebook, en flestir í dag kynnast maka sínum á Facebook. Það algengasta leiðin til þess að kynnast maka sínum, það í gegnum Facebook. Og þó að þú séð ekki með Facebook, þá kynntist þú maka þínum í gegnum netið, eða ekki? Jú, í gegnum aðra síðu, svona svipu. MySpace. MySpace, þú varst grimmur þar. Þar varst þú að posta brosköllum og sagði fólki hvernig mútið var. Nei, þetta var ekkert svona, þetta MySpace var ekkert einn allt öðru í sig maður. Það var ekkert svona mikið áreiti. Nei. Það var nefnilega það sem að fríkaði mig út við þetta Facebook. Ég prófaði, það fór inn og bara áður. Varstu að koma með Facebook, eða? Sko, ég fekk boð frá, ekki minni manni, heldur en sko Guðjóni Ós. Ég gleymis aldrei. Það ekkert annað. Hann sendi mér einhvern tíma fyrir löngu síðan. Þetta var bara 2006 eða 2007 eða eitthvað. Já. Eitthvað bara viltu gerast eitthvað félagið minn á Facebook? Já, bara vinur. Já, vinur eða eitthvað svona. Og ég fór að skoða þetta og ég bjóð til eitthvað svona prófíl. Já. Og síðan bara var hann bara til. Skilur, og ég var ekkert að skoða hann. Síðan einhvern tímann, bara löngu seinna, fór ég að skoða þennan prófíl sem ég hafði búið til. Þá voru skilaboð frá einhverjum gömlu skólabráðum mínum sem voru svona blessaður gamli, hvað að frétta af þér? Þau bárust fyrir kannski 6 mánuði síðan. Svo kom annað skilaboð mánuði síðar. Menn átnum svona merkilegi með sig, svara mann ekki einu sinni. Já, það lélegt aðeins maður. Já, og svo kom annað bara, við skulum bara fyrst að þú ætlar að hafa þetta svona, þá skulum við hafa þetta svona. Það var bara Hann var brjálaður. Hann var brjálaður og ég fór í eitthvað svona kvíðakast yfir þessum að ég væri búin að eyðileggja
vinskapið með gamlan skólafélag. Já, þannig að ég eyddi þessu. Hélt einhvern veginn að það væri hægt, en svo var einhver að segja mér að það sé aldrei hægt að eyða. Ok, þannig að ef einhver að núti sem að þú ert ekki að tala við þá veit það af hverju núna. En yfir í fréttina, hvað hérna má ég spyrja, ég hef aldrei rætt þetta við þig almennilega, Pétur. Hvernig, þegar þú höstlar hérna bassmóðina og konu í dag á MySpace, hvað sendur þú svona til að byrja með? Sko... Var það svona, hvað segiru? Nei, þetta var svona, þú veist, þú sendir vinabeiðni, skilur við, og þá, MySpace alveg dáið. Já, það bara búinn. Já. Þetta var þannig, þú sendir einhverja vinabeiðni og svo bara fékkstu stundum, og ef viðkomandi vildi vera vinnu þinn, að þá fékkstu já við því eða nei við því. Já. Og mér minnir að ég hefði sendt henni vinabeiðni og hún hafi sagt já. Mæntalega. Já, og þá í kjölfarið bara losnaði hún ekkert við mig. Já, ok. Fór ég bara eitthvað að spjalla við hana, maður eitthvað, hvað er búið að gera og eitthvað? Í hver ertu? Já, eitthvað svona gáulegt sko, í hver ertu, ég held ég að við byrjaði á því. Og eitt leiti að öðru sko, við spjöllum held ég bara hana fyrsta daginn sko, bara langt fram á nótt sko. Já, ok, þetta er fallegt, en þú veist á af hverju þetta er, að þetta skulle vera orðið svona vinsælis staðan til að kynnast einhverju, það er Facebook. Ég vil meina að það sé margt verra heldur en það sko. Auðvitað. Þetta er skárra en að hitta einhvern á fyllirinni í bæ. Þetta er skárra? Já, þú ert með fulli femnum og sért heima á gardininn á Facebook, það eru reynda sumir í því sem eru bara vel ölvaðar heima sér á Facebookinu, maður fæ stundum eitthvað svona, maður sér það bara stundum á tjattuna að einhvers er búinn að fá sér sko. Já. Það er bara svona, það er allt vitlaust stafað og meiri vikleysan alltaf í ykkur og eitthvað svona. Já. Þá hendur maður hann bara út. En ég meina, ætlaðu þú ekki það? Nei, skoða þetta. Já, þú ert á Facebook, ekki? Alltaf gaman að þessu Facebooki. Nú ertu búinn að tala um mig, hvernig tölum við ekki um þig? Við erum að fara að spila jólalag hérna. Já, það getur beðið. Þú ert með Facebook, ekki? Jú, rétt. Já, og það er opið öllum með það, hvernig? Nei, ég er enda sko að því að ég er með fullt af myndum og eitthvað svona inni og þá reynir ég er enda með eitthvað 1000 manns eða eitthvað en ég reynir svona að síja þetta eins. Ok, nú skulum við bara tala svona bara út í lofti. Men hvað ertu gaman? Þú ert 30 og hvað? Ég er 31 árs. Þú ert 31 árs? Já. Þú ert alls ekki ófríður maður. Nei, þakka fyrir það, Pétur. Þú átt ekki kærustu. Nei, já. Þú átt það ekki? Nei, hvað er það er? Nei, það er ekkert að mér. Nei, ok. Mér finnst það bara svona, mér finnst það maður megi staldra þar við. Já, svona gerist. Svona gerist maður? Já. Svona gerast kaupinu á eininni maður? Svona, þetta dættur inn. En ég meina, ert þú ekkert að senda vinaböður út í loftið svona? Hæspís, eitthvað? Nei, ég er minni í því sko. Í hverju ertu? Já, ég mæli með því. Það er aldrei veitur ég gefið því séns, ég veit ekki hana. Ég veit eina sem að mér finnst hönnuð fyrir þig. Herru, þakka fyrir það, við ætlum að fá hérna jólalag FM 95 blöð og svo erum við að fara í prumpublöður símtölin. Hvað með hana hérna? Það verður nú að vera eitthvað andlit. Hvað? Hvað með hana sem, er hún ekki á lausu hérna, sem að sér hérna Ísland í dag, sem er með það? Sem Ísland í dag? Já. Nei, konu og barn. En Rikka, sem er með réttir. Hún á mann líka og börn. Þetta er skemmtileg umræða, við viljum að fá hérna jólalag fyrir 95 blöð. En allar stelpunar í íslenska handboltalandsliði. Já. Það er meina lausum. Herru, bræður Jólin, ég held að séu flestir í umferðin núna konir í jólaskap. Nei, sérðu hver var að koma hérna í hurðina maður. Herðu, trúið mér, kynþokkinn var að hækka rosalega hérna í stúdíónu. Ég á ekki til orðið. Gestu þáttarins Björn Hlynur var að detta hérna í stúdíó og þannig að við viljum að býða það aðeins með prumpublöður í símtölun okkar. Við viljum að býða aðeins með það, viltu ekki bara titla þér hérna aðeins Björsi? Við mækinn? Herðu, það er bara hérna, sest bara hérna í sæti. Ætlar að tala með hann núna bara? Já, ég var að taka eitt lag og tala svo við hann. Ég ræði ekki við mig sko. Já, ok, við þurfum aðeins undirbúið þetta, hann var að mæta hérna. Svo er ég líka að lesa svo sláandi frétt hérna á Elliðaárdalnum. Nú, hvað? Það er mér ekkert við. Nei, það er ekki mér heldur. Hvað fréttur á Elliðaárdalnum? Nei, þetta er djafaf.is, efsta fréttin. Fróa þessir fyrir framann stúlknahópi Elliðaárdal. Já, Sællunur, herðu, ok. Þú baðst mig að lesa þetta. Ég vissi ekki að það væri svona villisingur. Nei, fyrir ekki aðeins, ég bara tekið þetta aftur. Já, þetta hann settist á blöðruna. Hann reddaði þessu. Þetta er stórkostlegur húmor með þessa prumpublöðru. Við ætlum að láta símtölun aðeins bíða því að Björn Hlynur er komin inn í stúdíó. Fáum svona eitt jólalag sem er kannski aðeins fallegra en það sem vorum að hlusta á og svo ætlum við að ræða málin við Björn. FM 957 í desember. Fylgstu vel með í desembermánuði þar sem við munum 3 á dag fram að jólum, opna glugga í jóladagatali FM 957 og gefa hlustendum veglega vinninga. Vinningarnir eru
Gjafabréf frá Joe Boxer. Gjafabréf frá tískuversluninni Saints Kringlunni og Saints Smáralind. Bókina Ripley's Ótrúlegt en satt, ekki fyrir viðkvæma, frá Sögum útgáfu. Gjafaskja frá Maybelline snirtivörum. DFD-myndir frá Samfilm og inneignir á filma.is. Allir vinningshafar fá einnig fylltar skeljar og pippmóla frá Nóa Sirius og Egils Malt og Appelsín frá Ölgerðinni. FM 957 er jólasveitnin þinn í desember. Hó, hó, hó og hó! Hvað eigum við að gefa Báru og Nonna í jólagjöf? Ég veit, gefið þeim 4 óskaskrín. Þau geta þá valið sjálf eitthvað spennandi fyrir sig og börnin. Já, það er fullkomin fjölskyldugjöf. Óskaskrín er ný leið til að gefa tækifærisgjafir. Gefðu upplifun í ösku. Óskaskrín.is. Gleðileg ísjól. Ísbúðin, Háaleitisbraut. 25 ára afmælisleikur Lotto. 25 glæsilegir aukavinningar í desember. 1 milljón fyrir hvert ár þegar þú kaupir 10 raðir í Lotto eða Víkingalotto eða ert í áskrift. Lifðu þér smá afmælis Lotto. Það er mjög traust. Fara í Jóa útherja og gjörsamlega klára jólagjafastúsið. Kóngafróði með stæl. Hann er klessubarinn. Byggja fóta. Jói útherja Ármúla. jóiútherji.is. Í dag fær heppinn dæluleikilshafi áfyllinguna endurgreidda í jólaleik Atlantsolíu. Atlantsolía. Það eru alltaf einhver tilboð í gangi. Hátækni. Ármúla 26. Ice Cold. Falleg íslensk guldsmíði og hönnun innblásin af íslenskri náttúru. Fegur íslenskra náttúru í öllu sínu veldi. Ice Cold. Fæst hjá Jóni og Óskari. Þú jólasveinn, jólaðu upp með jólaspilinu. Jólaspilið, finnu krakkan í þér. Takeaway tilboð La Luna. 2 12-tómur af matseli og 2 lítrar af Pepsi. Aðeins 2.990 krónur. La Luna Trattoria Pizzeria. Rauðarastíg 37. Gítarar, hljómborð, trommur, upptökubúnaður, píanó, strengja og blástusljóðfæri. Eitt mesta úrval landsins af hljóðfærum og hljóðbúnaði. Hljóðfærahúsið Tónabúðin, Síðumóla 20 og Sunnuhlíð Akureyri. Hljóðfærahúsið.is. Það er ógeðslega fyndið þegar að mamma lendir á fullorðinsspjaldi og þarf að lesa eins og vélmenni. Fjölskyldu alias fær fjölskylduna til að tala saman. Fjölskyldu alias fæst í Hagkaup. Fullverslun af flottum Outfitters Nation jólafatnaði. Frábært verð. Outfitters Nation, Kringlunni. Plötutíðindi 2011 eru komin út. Gefðu íslenska tónlist jólin. Stórútsala í Nitro fram að jólum. 60% afsláttur af öllu leðri. 60% afsláttur af orginal varalutum. 50% afsláttur af krossgöllum. Alltaf 70% afsláttur af aukalutum, tjún og púskerfi. Og 9 notum mótorhjól á prúftverði. Komdu og gerðu ótrúlega góð kaup. Nitro, bílsöða 9. Þú finnur ótrúlegt úrval af skemmtilegum og ódýrum jólagjöfum í Office One. Bækur, spil, leikföng, púsl og fleira og fleira. Opið allan sólarhringinn í Office One skeifunni. Nintendo Wii er ný skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Komdu í Omson og prófaðu vinsælustu leikjaftölu í heiminum í dag. Omson. We would like to play. Jóla, Bertóni jakkafötin komin. Herra Hafnarfjörður. FM 95 Blö er í boði. Jólin eru bara einu svona ári. Láttu það eftir þér. 1 SMS í 1919. Kredja. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Það er hárréttir að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Pétur Jóhann Sigfússon með mér hérna sem fer á miðvikudögum og í stúdíói er mættur rándýr gestur Björn Hlynur, vertu velkominn. Takk. Já, einn svalasti leikari Íslands komið hérna í fyrsta sinn í FM 95 Blö og hvað er að frétta af meistaránum? Bara fínt, bara. Nei ekki? Jú. Ferskur? Mjög bara hress. Mjög hress? Jólin að nálgast. Já, við erum með smá sprettlaupið með sýningu sem ég er að fara að frumsýna í byrjun í janúar. Já. Og þú veist, svo maður verður ekki alveg í taugaáfalli og áfangadag, skilur, að vera svona taka sprett í vikunni fyrir jól og vikuna milli jól og nýjást, þá er maður svona frekar slakur. Já, það er axlabettur, ekki?
Axla Pétur. Froskahestur. Jesus Christ, maður. Herri, getur ekki... Þetta er svona móla. Axla. Herri, hérna, ég veit ekki hvað hann landið eitthvað. Hérna... Pétur búin að snita mig hérna. Axlabjörn. Nei, sko, þetta Axlarbjörn. Já, ég veit. Það veist ekki neitt. Þetta er sko maður sem var uppi. Axlar hérna. Hann var einu sinni... Og það Pétur inn í stúdíón og Björn inn í stúdíón. Já. Þetta er ekki svona einfaldur. Og svo er þú... Hérna... Svo er þú að það líka maður. Já, þetta er ekki Axlaröðun. Það er líka einn gamall vinni minn sem sagði já, hvað ert þú að gera svona? Banka dúti sko sem veit náttúrulega ekkert menning og listir, skilur. Nei, eins og ég. Já, og hérna, hann sagði, já, hvað er þetta að gera? Ég gera sýningu þannig sem heitir Axlarbjörn. Já, Axlabönd, er það eitthvað? Axlabönd. Já, það er verra að segja Axlabönd en Axlapétur. Kom hún samt ekkert óvart, hún héti Axlabönd. Jæja, hvað næst? Hvað er þessi sýning? Þetta er mann sem var uppi á hérna Snæfellsnesi 400 árum sem drafnar í 20 manns. Takk fyrir. Já, ok. Þannig að þetta er brútal sýning. Þetta er fyrsti og eini ráðmorðingi í Íslandssögunar. Já, ok. Þessi maður var til. Já. Þetta er sýning hann. Hann heitir Sönn Saga. Yeah, baby. Hver er leikið í þessu? Það er Atli Rafn Sigurðarsson. Já. Annar af tveimur bestu leikurum á Íslandi. Já. Svo hinn besti leikur á Íslandi, Holy Bee, man. Já, Holy Bee, Helgi Björns. Hann er nú ekki verið á sviði lengi, maður. Hann hefur ekki leikið í sko leikriti svona í 20 ár. Já, ok. Hann verið náttúrulega í einhverjum myndum og svona söngleikjum og svona, en ekki svona leikriti svona eins og þessu. En þú ert að leikstýra sig, ekki? Já. Já, ok. Ertu búin að vera mikið í því að leikstýra? Þú er greinleiktur að fylgjast með því, heldur. Hvað má ekki spyrja það? Nei, það er allt í lagi. Ég ekki rosalega mikið, en ég er samt leikstýrt nokkrum sínum. Já. En nú veit ég að þetta er spurning sem brennur á vörum hlustenda. Hvað með þetta? Þvælist kynþokkið þinn ekki fyrir þér í starfi? Í leikstjórn, þegar þú ert að leikstýra? Alltaf sama með mig. Þetta er bara... Þú ert bara svo sexy, þetta er ekkert eitthvað sem þú ert að vera feimið við bjöllinu. Nei, bara... Þetta er bara spurningar sem að koma á netinu, sko. Búið að senda hérna spurningar. Nei, tölum við eitthvað skemmtilegt. Er ekki eitthvað skemmtilegt sem að... Hvað talið aftur? Hér á borðinu séð og heyrt og prumpublað. Já, svona er þetta 957 stúdíu. Orginal og vitlausir, það er ekkert eðlilegt. Og ég er að reyna að segja ykkur frá smá svona krydd í eitthvað tilveru. Já, ég veit það. Þú verður samt að horfast í augu við staðarinn. Hvað viltu vita? Ég veit ekki kynþokk. Hvað viltu með þetta? Ok, við skulum færa okkur frá því. Hann er ekki að þvælast fyrir þér í leikstjórninni. En á heimilinu, þegar þú ert heima hjá þér. Nei. Ekki? Nei. Eru börnin ekkert bara, þú veit það, sexy maður, ég get ekki verið hérna. Já, ég segi bara eins og Holy, sko, bara, er ekki allir sexy? Já. Er ekki allir sexy? Þetta er ekki bara eitthvað stuðkomi. Þetta er bara, þú veist, hér inni, er ekki allir sexy? Jú, það er allir sexy. Á sinn hátt. Það er hárið rétt. Ertu á Facebook, Bjössi? Nei. Ertu á hanginu svo hestur? Hangin? Já. Hvernig ertu á hangin maður? Það er allir að vilja vita það líka. Segir maður það? Nei, ég veit það ekki. Nei, ok maður, ég tek þetta aftur. Sorry, ég er bara... Það færi gegnum eitthvað svona próf til að, svona málfræðilega, svona neitt til að... Jú. Ekkert að vinna á FM? Nei, trúðu mér. En hvað en bíómyndir? Persónuleg spurning. Hvað með bíómyndir? Ertu að leggja einhverjar bíómyndir núna? Já, bara Bönns maður. Bönns? Já, alltaf gerast. Já, segðu okkur. Hvaða bíómyndir eru væntanlegar? Það er ekki raskat maður. Ekki raskat? Það er bara einhverjum að spila með stóran hérna. Já, ok. En það er rosa mikið í gangi. Já, mikið í gangi. Já, nú er þetta að fara að gera sko. Það eru margir að hringja. Það er náttúrulega ekki þetta... Það er margir að hringja. Það er ekki alveg svona, ég veit ekki alveg hvernig ég var að mæta á tökustæðin, en já, það er rétt hjá, það er mikið hringt. En hérna, jú, það er svona ýmislegt í gangi. Svo langar mig bara að fara að búa til bíó sjálfur, sko. Já. En ekki að láta einhvern annan gera. En það, ég meina, þú er ekki stuttnum? Jú. Á leiðinni? Jú. Þarna vissi ég nú eitt sem að engin annar vissi, sko. Skal segja ykkur það, maður. Þú ert svo svalibessu að þegar maður spyrir þig, það er svona eins og nennir ekki að svara okkur. Já. Alveg rétt, jú, ég er búin að leikstýra. Jú, það er rétt hjá þér. Stuttmynd á leiðinni. Það er gaman. Hvað stuttmyndir á leiðinni? Herðu, ég gerði stuttmynd sem er svona fyrsta skrefið í áttina að bara, hérna, þú veist, svo enda ég á svona episkri stórmynd sem gerist í Eyðimörk og tekur 4 klukkutíma. Já. Skilur við eftir nokkur ár. Já. Svona fyrsta skrefið, sko. Vá, ég hlakka til að sjá Eyðimörkumyndina. Ég er bara datt inn í hana núna. Þú veist, ef að mynd er episk. Já. 4 tímar þá verða að vera 4 tímar og Eyðimörk líkilega breyðum og svona í öttina því sem er ríkt spennandi, en hvað er þetta stuttmyndin um?
Hún er konu sem að vaknar upp í fangaklefa í tómurugli og er hent út á götu og er bara svona kona sem hefur lent í því, sem bara býr á götunni og neyri í ruglunu. Og hún lendir í smá ævintýri. Þannig að við hittum hana daginn sem hún lendir í smá skemmtilegu. Já, ok. Og það er skemmtilegt. Og það er mynd sem að þú leikstýrir og hún er að koma í bíó. Ég skrifaði þetta, leikstýrið þessu, gerði þetta allt saman. Það er ekkert flóknara. Nei. En hvernig er það með stuttmyndir? Hvað eru þær ofta svona langar, cirka? 15 mínútur. 15, mega ekki vera lengri eða? Það mega alveg, en þú veist hvað, þetta er stuttmynd í fullri lengd. Já, ok. Nei, þetta er meira að minna bara, ég er meira að minna að búa þetta til bara til að senda þetta eitthvað út og vera með þetta svona þegar ég ætla að reyna að búa til ná í pening og svona fyrir svona myndina mína sem ég ætla að gera. Stóru, 4 tíma, episku. Nei, ég ætla fyrst að gera mynd sem er lengri en 90 mínútur af því að allar íslenska myndir ná ekki að vera 90 mínútur. Það er alltaf 88 eða eitthvað svona. Já, tæplega. Brjóta þetta. Þannig þú ætlar að vera fyrstu til að vera 90 mínútur mynd. En hvað gerir, fyrstu til að gera 90 mínútur mynd? Ok, hvað er meira skemmtilegt? Já, mér langar bara svo að vita meira þig, Björn. Þú ert svo mystískur. Mystikal. Þú ert svo mystikal og hvað gerir í frístundum? Já, nákvæmlega, hvað ert að gera? Voruð þið ekki að tala með einhvern tímann Það getur vel verið að við höfum að tala með einhvern tímann yfir glasið eða yfir kaffibolla, ég og þú. Við höfum aldrei, það eru hlustandi. Nei, það var hann Andri og þeim að þetta er sama drastlið sem maður er að tala við hérna. Hvernig er venjuleg dagur þér? Herðin, dagurinn í dag er svona, að ég fari í gegnum hann. Já, og vaknaði klukkan? Vaknaði í morgun einhvern tímann til að vera mættur og æfingar byrja alltaf að leikhúsinu klukkan 10. Vaknaðu svona eða greiddur þér? Hvernig er ég ekki bara nokkuð góð? Jú. Ógeðslega svalur. Svaðalur. Þetta er ekki, þú veist, maður vaknar engin svona, baby. Heldur ekki? Nei. Herðu, Ég held að þú væri bara svona eins og hvolparnir eða hundar eða eitthvað. Herðu, svo er æfing til að vera 12:30. Já. Og þá var maður bara að henda þessu áfram og bara reyna að rífa handritið af Helga Björns. Já. Skiljið? Hann er alltaf með handritið. Nei. Nei. Nei, ég er ekki að segja það. Þetta kemur út eins og hann sé einhver þrekja? Nei, hann er alveg með þetta maður. Já, alveg með þetta. Og æfing frá 10 til 4. Já, svo 10:04 þá fór ég á lasinu auglýsingu fyrir Íslandsbanka. Ég er rödd Íslandsbanka. Já. Vá. Til hamingju með það. Komin í samband við Íslandsbanka. Það? Svo kom ég beint til ykkar. Erum við ekki að ringið á þetta? Nei, jú, það var Íslandsbanki. Press 1 for English. Vá. Las auglýsingu fyrir þá. Það er að koma til ykkar. En svo að fara að pröfukeyra stuttmyndina mína á eftir og sjá hvort að hún sé í lagi með hana, svona sem að verði, þú veist. Hún verður frumsýnd á morgun eða ekki? Jú. Svo er kvöldæfing. Já. En ég meina, hvað er gaman að gera til að slaka á? Ég er alltaf slagur. Maka bara á því bernesós og klæði því undirfötta mömmuðinni. Hvað gerir Björnlinn til að slaka á? Hvernig slakar á, Björnsi? Hvað Hvað gerir á kvöldin? Ég blíðunarkennd mína hérna með móðu mín og bernisósuna. Ég tek þetta aftur. Hlustar ekkert á ykkur. Hlustar einhver á hennan þá? Já, þú farið að heyra það í eftir. Við erum að fara í Honk if you're horny. Þá bara að tjekka á því í umferðinni. Hvað er talað næst eitthvað skemmtilegt? Er ekkert prógram? Við þetta ekkert... Jú, við erum að fara að hlusta núna á hljómsveit sem heitir Muse og svo erum við að fara það spurningar. Áður en við gerum það. Verður til í að gera röddina, svo Íslandsbókaröddina og segja þú ert komin í sambandið raskatið á móðuðinni. Íttu á einn eða þú vilt fara lengra inn. Ég get ekki sagt móðuðinni. Af hverju ekki? Raskatið á einhverjum öðrum. Já, bara raskatið á Pétri. Þú ert komin í sambandið raskatið á mér. Þú ert komin í samband við raskatið á Pétri Jóhanni. Press 1 for English. Vá, þetta vil ég eiga bara. Já, þú getur átt þetta, það er verið að taka þetta. Herðu, fá smá Muse, svo tökum við hraðaspurningar á Bjössa. Svo ætla Pétur og Bjössa að fara út í Honk if you're horny. Þannig að ef þið eruð á mikla brautinni þá er einskotið flautið eftir. Hérna á FM 95 Blö og það er góður gestur hérna í stúdíónu. Það er engin annar en Björn Hlynur og það er komið að hraða spurningum. Já, vel. Eða ekki? Jú, ertu tilbúin í það? Já. Þetta snýstu þá þú að tæma hugan, sem þú ert vantilega búin að gera. Já, er þetta ekki eins og þú voru alltaf að gera í þáttunum hérna? Jó, þetta er bara hraðaspurningar og bara reyns að gera sannlega. Hann tæmist bara leið og hann kemur hérna til okkar. Nei, eitthvað hættu þessu Björn. Þetta er bara allt í gúti. En þetta er málið sko, þetta er partur til dæmis af svona leiklistarkennslu og svona, í spuna og svona, þið vitið þetta, þið náttúrulega leikara líka. Ég er alltaf fyrsta sem henni dettur í hug. Alltaf kemur alltaf fyrsta. Aldrei að rít skoðanni. Nei, þannig að þetta verða létt fyrir þig. Sprenglærðu leikari. Ertu tilbúin? Hvað er það margar? Það er hættu þessu væli maður. Þú ert bara svo pappi í fingunni maður. Þú ert grenjandi yfir öll. Ertu tilbúin það?
Ég er tilbúin. Herðu, þá byrjum við. 1, 2 og besta bíómynd allra tíma. Goodfellas. Þitt besta hlutverk á ferlinum. Þetta er ekkert í hug. Er mikið reynt við á djaminu? Nei. Hvað notar í hárið þér? Ekkert. Hvað áttu marga leðurjakka? 1. Hvað húðvörur ertu að nota? Veit ekki hvað heitir. Hvað annaðan spegill kveikir í kallinum? Ekkert. Í hverju sefuru? Náttbuxum. Áttu leðurbuxur? Nei. Besta liðið í ensku? Ipswich. Fallegasti kvenmaður fyrir utan maka? Naomi Campbell. Hvað drekkur á djaminu? Bjór. Hvaða dýri myndir að sofa hjá eða yrðir að sofa hjá dýri? Konunni minni. Besti skyndibitinn? Kentucky Fried Hot Wings. Besta hljómsveit í heimi? Köld. Uppáhaldsnamnið þitt? Lindu Buff. Besti leikari Íslands? Ólafur Darri. Hvað viltu í jólagjöf? Kærleika. Kærleika. Já, hann reynsaði vel þarna. Ólafur Darri. Glæta. Hann er það. Herri, ég var nú í bíó í gerð, sá hann í trailer, kontrabandmaður. Hann er fallegur. Hvað eru svona, er erfitt að segja hver sé besti leikari Íslands? Svona nú ertu, ef ég spyrði sem leikstjóra. Já, erfitt. Þetta er náttúrulega allt líka svona, þú er náttúrulega bara persónulegi vinir mínir. En mér finnst þeir margir stórkostlegir. Ok. Og hann, Darri náttúrulega datt upp í hausna því hann er stórkostlegur. Já. Góður maður. Já. Já, hann er líka bara... Þetta er bara svo akveitt maður. Hver? Darri maður. Nei, er hann... tala við þetta. Nei, er hann ekki bara stórbeinótt? Já, hann er nefnilega stórbeinótt. Ég held hann nefnilega. Ólafur, hann það er svo annað sem við þurfum að fara meira hérna úti. Hvað, þú sagði að vera ekki mikið reynt á djaminu? Nei. Þessu var heldur góður hér. Þú notar ekkert í háraðar? Nei, ég er eitthvað með svo mikið luppa núna. Það er ekki hægt að setja í þetta. Ég verð ekkert að segja. Ekkert sjampóð en eina svona vörur? Já, viltu vera að meina eitthvað svona gel eða eitthvað? Já, bara eitthvað. Nei, ég þrýf mig náttúrulega. En ég held að vera með þau sem eitthvað svona fróðu eða eitthvað. Nei, þú ert ekki með fróðu. Nei. Curly fróðu. Pétur, þú ert nú komið svolítið sitt hár núna líka. Hvað ert þú með í hárinu þér? Mennaru, hvaða efni? Já. Ég veit ekki, bara eitthvað. Bara eitthvað svona smelt. Já, ég er með svona þunnt hár, sko. Já, þetta er húðfita. Það er svo þunnt hár, ég set ekki neitt í þetta, þá verður þetta bara eins og englarík eða eitthvað. Já, ok. Herðu, svo Ipswich ensku. Já. Áttu ekkert lið sem er að spila í úrvalsdeild og er actually sýnt í beinni útsendingu? Nei, bara ég veit ekki hvað mér datt í hug. Ég fór einn svona æfingu með Ipswich. Já, fórst þú? Það er bara svona óvart. Frændfólk mitt bjó í Ipswich. Já. Ég fór í heimsókn þegar ég var svona 8 ára og fór á æfingu, ég var í marki. Já, ok. Og hefur haldið með síðan kannski? Nei, bara mér reyndi upp á kant við framkvæmdastjóran og eitthvað og hætti bara. Já, það er að gera. Það er alltaf svona þessum stjórum. Já, þetta er bara rugl. Áttu ekki leðurbuxur? Ég held að þú væri típan sem ætti leðurbuxur. Keypti einu sinni leðurbuxur, það voru stórar á mig og það gengur ekki, sko. Keypti þær á Krumma, Krumma í mínus? Já, hann vann í búð sem hét Elvis, minni mig. Já. Ég bara, leðurbuxur. Ég er náttúrulega svona bara 1,90 og eitthvað. Hann er ekki döður að fá leðurbuxur. Og þetta er alveg málið með þetta passa hann og eitthvað. Ég bara fór í þar og það er verið að vera nýþröngar, sko, annars náttúrulega gengur þetta ekki. Það er ekkit margir kallmenn á Íslandi sem komast upp með það að gangi í leðurbuxum, en þú myndir púla það, sko. Já. Og svo var það, besta hljómsveit, hvað sagði? Kjóra, köld. Ok, er eitthvað að Pétur sem þú vilt fara með yfir? Hann vil kærleika í jólagjöf, það fallegt svar hjá hann. Já, mér finnst það einstaklega fallegt svar. Datt eitthvað í huga því En svo reyndar, sko, svona, hvaða dýri myndir þú vilja sofa hjá, eða þér að sofa hjá dýri á sanna konunni sinni? Já. Það er náttúrulega eitthvað sem við þurfum að... Þetta er náttúrulega animali, sko. Hún er animal. Nei. Hún Rakel. Já. Hvar? Nei, hvað? Ég veit ekki af hverju mér datt... Nei, þú tekur þetta bara allt aftur. Þetta var bara fyrsta sem ég datt í hug. Ég var bara að hugsa það er hart rétt, já, þú varst bara að spila leikinn rétt. Þú varst ekki að láta Pétur trufla því. Sorry maður, ég tek þetta aftur. Hún er bara ofalega í huga, alltaf. Já, það er fallegt þegar... Líka eftir að kaupa hendur í jólagjöf og svona. Átt eftir. Hvað ætlar að gefa henni? Já, hún er kannski örugglega að hlusta. Hún er að hlusta, sko. Já, ok. Ertu ekki búin að ákveða hvað ætlar að kaupa það? Jú, eiginlega. Já. Það er gott mál. Er það dýrt? Já. Æ. Það er náttúrulega kemur. En ég minna að þú kallinu er efna því, ekki? Efnislega gæði, það er eina sem þessi konur vilja. Já. En herður, það er núna komið það. Það er ekki að ljóðhanda þeim og það er bara hata þig. Já, það er, sko, ég var að spara að gera það þessi jólin, að smíða alla mína gjafir sjálfu bara. Gefa mömmu bara svona stóran lykil til að hengja lykla á. Þú byrjaður að smíða þetta? Já, ég er aðeins byrjað að slípa þetta. Já, ég ætla að gefa Mæju systir bara svona
svona brauðborð. En herðu, það komið að hangja fyrir horni, strákar. Ég ætla að setja á hérna fallið það með Birdie sem heitir People Help for People. Og meðan hoppið þið út á Miklubraut. Og ef að fólk sem að keyra á Miklubrautin núna eftir sér 2 dökkharða, síðharða menn, hrikalega kynþokkafulla, þá verðið þið að flauta út af það gengur leikurinn. Pétur, ef við fáum ekki núna, þú ert með Bjössa hérna í hangja fyrir horni. Ég veit það. Við hljótum að setja með. Hann hlýtur að bjarga þessu einhvern veginn. Herðu, það hangja fyrir horni eftir smástund, þannig að þið á Miklabrautinni flautið þeirri sig á strákana. Herðu, takk aðeinslega fyrir komuna, Bjössa. Herðu, takk fyrir að fá að koma. I love you. Var eitthvað meira svo? I love you. I love you too. Nei, bara I love you. Herðu, hvað er fallegt? Fólk er í umferðinu núna. Lionel Richie, upp á tónlistarmanni minn. Spila hann eftir þið? Þetta er hann. Já, þetta er hann. Þetta er nýjasta lagið með honum. Þetta er Lionel Richie með nýja nafnið sitt Birdie. Og 50 Cent með honum. Fallið tónar hérna hjá Birdie, en það er komið að dagskrá liðnum Hangi fyrir horni og Pétur, heyrðu í mér? Pétur? Pétur? Erstu hann eitthvað, Pétur? Halló. Trú ekki að tækni fara að stríða mér hérna. Pétur, heyrðu í mér eða? Pétur Jóhann Sigfússon? Ég ætlum vona Pétur sem allt niður að segja, hann er ekki að svara eins og er, maður sjá. Ok, aðja, þarna fekk ég sónar það, maður sjá. Pétur? Já, halló. Heyrðu í mér? Já. Herðu, það er komið að Hangi fyrir horni, eru þið að nálgast Miklubrautina? Sko, við bara fórum inn út í bíl. Nú? Að gera hvað? Rakelina, konan hans var bara inn út í bíl og það er rigning og svona, þannig að getum við ekki gert þetta bara inn út í bíl? Nei, þá veit enginn af ykkur, þið þurfa að fara á Miklubrautinu og láta flauta okkur. Já, ok, Björn vildi bara gera þetta inn í bíl, sko. Já, þá virka dagskrárliðurinn ekki, rífðu hann út úr bílnum. Já, ok, við erum komnir út úr bílum. Ok, röltið þarna á Miklabrautina, þannig að allir sem að sjá núna Pétur og Björn Flynn eiga flauta, þetta... Já. Það er strax komið eitt. Já, fengum eitt af það. Minn almáttur. Það eru 2 hrikalega kynþokkafullir dökkarðir menn að rölta eftir Miklabrautinu núna. Já, við erum komnir þetta, núna erum við komnir á hotnið. Þetta er Björn Linur og Minimi. Já, flaut. Það er 2 flaut. Það er komin 2. Er ekki svolítið svona eins og þú sétt Minimi innan hans Bjössa? Jú, ég líður, ég er alveg höfðinu lægri, sko. Já. Ég er á svona þykkum skóm. Ég er á þykkum skóm líka, þannig að, ok, nú erum við formlega komnir í Hangi fyrir horni. Já, þá hefst dagskrárliðurinn Hangi fyrir horni. Í beinni útsendingu á FM 95 Blöð. Já. Og ég stattur hérna Miklubrautinni með Björn Hlyn Haraldsson með mér. Og endilega, eitthvað að ranka við sér fólkið. Það er byrjað að flauta. Það er eitthvað flautandi, alveg snarvítlaus. Og Björn er ána, fleiri, það eru komið 4 flaut hér, 4 flaut. Já, þetta er fallegt að heyra. Fólk er í jólafíling. Fleiri, heyrðu þetta blöð. Það er að hlusta þáttir. Já. Það er allir að hlusta þetta minn. Við erum í Hangi fyrir horni, Björn Linur og Pétur Jóhann. Hvað heyrðu blöð? Ég er að segja hérna með hlustendur sem er á Miklubrautinu að við erum í Hangi fyrir horni, Pétur Jóhann og Björn Linur, 2 dökkarðir. Já. Heyrðu það? Já. Þetta er alveg með ólíkjum. Er mikil umferð? Það er slatta umferð. Já. Og greinilegt að, núna koma allt í hennu bara, Anna! Sjá ykkur Anna, skvíður. Nei, þetta voru strákar. Sorry, ég er ruglaðið. Ég sé bara hvern fólk. Ég skil ekki hvernig ég fyrir að þessu. Láttu Bjössa hneppa hans niður. Hann er búinn að hneppa niður maður. Viltu tala við hann úti? Þið þurfa að fara bara yfir. Hvað segirðu, ertu þarna? Já, ég er þarna. Þú ert í dagskrárliðnum. Hvað segirðu? Það er bara eitthvað gargandi út á gluggan og eitthvað. Já, svona er... Það er allir að hlusta hana þátt. Ég hef bara beðið afsökunar, vinnu mína. Svona virkar Hangi fyrir horni, þá er fólk að öskra og flauta, sko. Já, ég held að það væri bara ekki að hlusta á því, sko. Já, þakka fyrir það. Nei, ég er að djóka. Hérna, þetta er skemmtilegt. Herðu, þú ert að... Það er greinlegt að jólinn eru á leiðinu úti. Já, það er alveg gríðarlega umferð með Miklubrautinni. Hendið ykkur báður í svona einhverja sexy stellingar. Við vorum í stigalíðina og það var ekki eins mikil umferð það. Hérna kemur leigubíll á leiðuferð. Það var alltaf að skvetta á okkur. Það var reiður. Þarna kemur þetta maður. Já. Það er bara hólskefla að bílum. Já. Það er mikið flautað. Já. Jú, þetta kemur þetta maður. Já, svona átt að vera. Það eru læti í Hangi fyrir horni. Við erum búin að
Ná, þetta hljóta með að bralla á vegi í þetta. Það átti að vera crazy. Svona átt að vera. Fólk liggur jöfnveld í ánægð með hlustendur. Það komið bískan upp á kantinn. Já. Gömli. Hann komið stoppa hérna. Þetta að fara að spila frá hérna. Það komið maður hérna upp á gangstéttanöti. Það bara allir bílar sem keyra að hlusta á hana þá. Alltaf verið vitlaust í Honki fyrir Horni? Það alltaf verið vitlaust hérna í Honki fyrir Horni. Ég hef aldrei séð hana eins og því. Nei, þetta er gaman að þessu. Við erum að vera bara alveg á hotninu kannski, það ekki? Já. Hérna bara. Líður bara eins og ég sé komið á. Það er hérna einn lítið kallinn á hotninu. Og ég elskar þig líka! Heyrður þetta? Já, ég heyrði þetta. Það var einhver öskra út á sexy! Wow! Og þetta var nú ekkert einhver. Þetta var nú ekkert minni maður, þetta er Kristófur Hawking Dignus. Nei. Já, þetta er gaman að þessu. Honki fyrir Horni virkaði, svínvirkaði í dag. Æja, mann. Það er alltaf kjör. Við ætlum að kveðja hérna Miklubrautinni. Já, ég fíla þetta. Við ætlum að setja á fallegt jólalag. Takk fyrir komuna, Bjössi. Bæjó. Þetta var Honki fyrir Horni. Fólk er í jólaskapi og mikil umferð. Það er gaman að þessu og talandi að vera í jólaskapi. Þá ætlum við að spila hérna fallegt lag með honum Stevie Wonder sem er einmitt með jólalagið Someday at Christmas og svo erum við Pétur að fara í, ég veit þetta hljómar ekkert gríðalega spennandi en ég bað Pétur að koma pínu undirbúin í þáttinn í dag og hann fór í hátinn og keypti prumpublöðru. Þetta hljómar eins og ég segi, ekki svo besta grínefni í heimi en við hringdum 2 til 3 símtöl í dag í fyrirtæki og Pétur lék sem er blöðurinn og það er eiginlega þess virði að hlusta á bara til að heyra hvað Pétur hefur gaman að þannig að það er hér strax eftir gott jólalag og kannski nokkrar auglýsingar. Fyndu jólapakka FM 957 og Kringlunar. Á hverjum einasta degi til jóla felum við jólapakka merktan FM 957 einhver staðar í Kringlunni. Hver pakki inniheldur stórglæsilega gjöf frá einhverju af verslurum Kringlunar og heildarverðmæti vinninga er hvorki meira en minna en 500.000 króna. Við gefum vísbendingar hvar pakkan er að finna 3 sinnum á dag í þáttum Heiðars, Austmanns og Audda Blöð. Á Þorláksmessu gefum við stærsta vinningin sem er brettapakki að verðmæti 100.000 krónur frá út í Lífkringlunni. Fylgstu með á FM 957 og fyndu jólapakkan þinn frá okkur í Kringlunni. Við byrjum sunnudaginn 11. desember. Kringlan á FM 957. Gleðileg jól. Viltu vera hrókur allsfagnaðar og bjóða alltaf 10 manns í hádegisverð á La Luna Trattoria, Rauðarárstíg 37. Á hverjum 50 degi í morgunþættinum Magazine draugum við út heppinn einstakling sem fær að bjóða alltaf 10 manns upp á eldbakaða pizzuveislu í hádeginu á La Luna Trattoria. Send okkur post á magazine.fm og þú ferð í pottinn. La Luna sérhæfis í ekta ítalskri matagerð þar sem eldbakaðar pizzur, fjölbreytt úrval af pastaréttum og ítölsk matastemming er í hávegum höfð. Magazine á FM 957 og La Luna Trattoria. Guarda la luna, guarda le stelle, guarda tutte le cose si sono belle. La Luna Trattoria. Jólasveinar athugi, gjafabréf í skóinn, ísbúðin, Háaleitisbraut. Í Smáralind færðu allt til að halda gleðileg jól. Meira segja jólastemninguna. Við hlökkum til að aðstoða frábæra jólagesti eins og þig. Sjáumst, Smáralind. Þú fær brakandi ferskan nonnabita á 2 stöðum. Hafnarstræti í Reykjavík og Bæjarlind í Kópavogi. Nonnabitið best fyrir svanga. Jólin eru bara einu svona ári. Smálán Kredía hjálpa þér að brúa bilið. Á hverjum degi til jóla fær 1 heppinn viðskiptavinur lánið sitt færs miður. 1 SMS í 1919. Kredía. Láttu það eftir þess. Adidas Copa Mundial takaskotnir eru gerðir úr kengúruleðri. Svo er hægt að finna margt mögulegt annað í jólapakkana ef vil. Jót er í ármúla, jót er í .is. Hraðpenningar.is. Lifðu núna. Allt sem þú óskar þér í jólagjöf. Topshop Kringlunni, Topshop Smáralind. Notaðu dæluleikilinn. Á Þorláksmessu draugum við út 250.000 króna eldsneytisúttekt í jólaleik Atlandsolíu. Atlandsolía. Komdu og kíkt á glæsilegt úrval af hlýjum og flottum Jack & Jones úlpum. Verð frá aðeins 9.900. Tilvalið í jólapakkan. Jack & Jones Kringlunni. Jack & Jones Smáralind. Hvað er það kallað? Nema réttafís! Þegar aðeins þú getur bjargað heiminum. Það er kallað frábærleiki. Kung Fu Panda 2 frá DreamWorks. Komin á DVD og Blu-ray.
Þú finnur allar skemmtilegu og ódýru jólagjafirnar hjá okkur. Opið til 10 öll kvöld. BT og Griffill Skeifunni, fyrst og fremst ódýrt og líka skemmtileg. Jóla, jóla, jól. Jóla, jóla, jól. Ding, ding. Það kortir í jóla, ætlar að kaupa síma. Jólaandinn hjá Vodafone. Frábær jólatilboð og þú fær fjölskyldu aliaspilið í kaupæti með völdum farsímum á meðan birgðir endast. Þín ánægja okkar markmið. Vodafone. Ding, ding, dong. Komdu Jónsson og prófaðu Nintendo Wii. Vinsælustu leikjatörfu í heiminum í dag. We would like to play. Jóla, Bertoni jakkafötin komin. Herra Hafnarfjörður. Sportsol kynnir áskriftartilboð. Þú kaupir 12 mánaða áskriftarkort hjá Sportsol á aðeins 2.890 krónur á mánuði. Athugið og takmörkun notkun. Ef þú tryggir þitt kort strax, farið frítt í ljós til áramóta. Takmarkaður fjöldi kemst að. Fyrstir koma, fyrstir fá. Sportsol, Grænatúni 1, Kópavogi. Systkinadúettinn Arnar og Ingunn ásamt hljómsveit verða með tónleika á Kaffi Oliver í kvöld. Tónleikarnir hefjast 21:30 og það frítt inn. Komdu með jólaskapið og hefðu góða kvöldstund. Samfilm kynnir jólamyndir í ár, New Year's Eve. And she was extraordinary. Nothing beats New York on New Year's Eve. Mynd með öðru eins leikaravali hefur aldrei sést. Let's do it! Somebody sexy, tell them. Is it New Year's Eve? New Year's Eve, sýnt í Sambíónum. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 4 til 6 hér. Já, Pétur Jóhann Sigfússon með ykkur til 6 í dag og ytti Blö líka. Þetta náttúrulega hans þáttur, FM 95 Blö. Fyrir glöggil hlustendur á að reykja sá það að Björn Linnu var hjá okkur í Vitali. Já. Kunnum hún þá góða þakkir fyrir. Það eru fáir svalar en Björsi, sko. Það var kallinn, sko. Það var líka stundu þegar ég var að spurja hann. Það var ég bara svona hrættur. Þegar ég sagði þú vart þegar ég sagði Axlar Pétur í stæðan fyrir Axlar Björn. Ég var búinn að hugsa allan tíman, ok, Axlar Björn, veist, hann hérna inni, já að muna þetta. Svo bara rugglaðist ég í haustnum af því að hann var svo svalur og kynþokkafullur. Og ég bara, Axlar Pétur. Já, hann spurði mig hvort það væri eitthvað að mér og eitthvað. Klikkar, þetta Axlar Björn. Já, svo ná maður ekki að byrja viðtal við eitt svalast Íslendinginn, sko. Nei. Því þá tekur hann þig bara og hann jarða þig. Já, sem hann gerði. Já, hann lét okkur heyra það. En við þökkum hann kærlega fyrir komuna, virkilega gaman að fá þennan snilling hérna í settið. Hvernig var veðrið úti, Pétur? Þið voru náttúrulega í Honky for Horny og skýta veður, eða? Skýta veður, já, og skemmst ráði að segja að Björnlinur bara það heitur að það komið þíða. Það komið rigning. Já. Snjórinn tekin að bráðna. Ég held að sé aldrei frost í kringum hann. Nei, ég held ekki. Ég held að hann hafi komið með þessa þíðu hérna með sér. Já. Þannig að ég vona bara að það fari að frista aftur, þannig að snjórinn verði fram í jólinn. Það skiptir engum máli hvort það er snjórið ekki. Er þér alls saman hvað sem hvítið er rauð jól? Mér alveg saman. Er þið drullu saman? Já, hvernig með jólinn koma, sama hvernig veðrið er maður. Er Björsi búinn að smita, er þið orðið drullu saman? Ég er drullu saman allt maður. Ég er bara með leynisúpuna maður og það er allir vittlausir í hana maður. Ertu með leynisúpu? Nei, ég var að lesa þetta á djaf.is. Muggi selur leynisúpu fyrir frítónleika Sonaris í Hörpu. Já, ok. Muggisson, hann er hann svolítið engladrengur Íslands núna maður. Heldur betur. Halda fría tónleika fyrir alla og okkur ferðast þú ekki í landi og heldur frítt stand-up fyrir alla, Pétur? Það stefnir í það. Nei, mitt. Það er síðast að þú myndir gera þarna. Nei, bara ekki það síðast. Alveg kom tíma og þú hugsaður aðeins fólkið, sko. Ég er svo sammálaður. Þetta er bara allt í vinnslu, maður. Þetta er allt í vinnslu. En ég sagði fólki hérna rétt á hann. Kannski sorglega við að það myndi enginn koma samt, þó ég myndi gefa inn á það. Það er frýtt á uppistandið? Já, ég nenni ekki mér. Nei, ég nenni ekki Ef ég fengi borgað myndi ég kannski koma. Já, herðu, við ætlum að fara í, ég sagði við hlustendur hérna rétt á hann áður að rétt eftir að við vorum búinir í Honky for Horny, við ætlum að fara í, dagskráralið. Pétur, þú mættir hérna í vinnunni í dag, ég segi nú ekkert seint svo sem. Nei, á tæpasta vaði. Já, ég baði að hugsa eins út í eitthvað skemmtilegt og þú varst búin að kaupa þér prumpublöðru. Já, ég fór bara örgulegðina í þessu. Í partybúðina? Já, keypti mig prumpublöðru og að því að mér persónulega finnst prump alltaf fyndið. Já, og ég var pínu stressaður þegar þú komst með prumpublöðruna og ég spurði þér svona, ég sagði þér basically að væri árið 2011. Já, ætlar að vera með bara þessa prumpublöðru, já það er alltaf fyndið auðvitað minn. Já, en við hringjum bara eitthvað og sjáum hvernig þetta fer. Já, en við hringdum í gulu línuna og við skulum heyra, Pétur Jóhann að leika sem er prumpublöður, við hringjum í gulu línuna, tjekka málum. Já, þá er hérna komið að lið sem að, gæti farið fyrir ofangarða neðan, Pétur. Þetta er alfarið þín hugmynd. Svona dæmi klikkar ekki, ég get lofa þér. Ok, þannig að hringdu bara eitthvað. Já, ég hringi, hvað sagði það, ég hringi gulu línuna? Bara whatever, pal. Hringdu bara eitthvað, maður. Þú ert svo spenntið, Þetta verður rugg. Herru, ok. Prump er alltaf fyndið, blöð, ekki gleyma því.
þú ert komin í samband Ég blæs hann á svið. Góðan daginn. Aðstofa þér eftir augnablik. Vissanlega sími biðlund. Biðlund? Ég er hérna með nautalund. Nei, djúk. Halló? Góðan daginn. Ég var búið blú. Gula línan Solveig. Góðan daginn. Góðan dag. Erum að vantaði hjá þér upplýsingar. Hver er með umboði fyrir svona setur sem að þú setur í svona skrifborðstóla? Svona nudd? Já. Æ, þú veistu hvað er að tala um? Svona eins og nuttsessur eða þannig. Hvað segirðu? Eins og svona nuttsessur eða þannig. Netsessur? Nei, nudd. Nei, ég sagði það, nuttsessur. Já. Það sjá. Halló? Já, ég er hér, ég er að fletta svo upp. Já, takk fyrir. Það sjá. Heyrðu? Já. Þetta er einhver svona sílíkonpúðar í þessu. Já, ok, það sjá. Svona sílíkon sem að, svona nutta. Hvað segirðu? Nei, ég er... Þetta er hérna hjá okkur. Ok. Þetta er hérna fyrir, fattaður ekkert. Þetta er þetta mesta. Fattaður ekkert? Nei, ég fattaði ekkert. Vel var vesen. Það er ok. Þetta er símarækur. Já, ég er frábært. Ok, bless. Bye. Reynum aftur. Já, hvert það er hringja? Það hringja aftur í gulu línuna, kannski svara einhver önnur. Gulu línuna? Við munum aðstofa þér eftir augnablik. Bíkó. Skal margir að vinna þetta? Ok. Ætli sándi betur í þessu maður. Settu blöðruna hérna á milli lærana. Er þetta ekki betra sánd? Ég ætla að byrja að freda á hana. Bara... Hún hefur svarað. Það var... Takk fyrir að sína biðlund. Við munum aðstofa þig við fyrsta tækifæri. Er ég líka? Er þetta ekki svona fyndið? Jú, þetta er mjög gott. Ég meina, mér finnst brumpalt það bara fáralega fyndið maður. Kallaði mig 6 ára, mér er alveg saman, sko. Ég fest... Halló. Góðan daginn. Góðan daginn. Jæja, hvað sé þið? Rúlaði þá. Þetta var mér ofviða. Já, þetta er... Ég er einu sinni enn. Ok, herru. Maður sé. Herru, hoppum í lag, svo farið eitt sem sennu eftir. Já, sorry maður. Þetta er bara... Er ég eitthvað klikkað? Nei, þetta er skemmtilegt, Pétur. Akkur heldur ég að sprungja og hlátri þetta. Mér er skemmtilega samt að þú ert að tala við kona. Þú mátt ekki byrja að grenja og hlátri eftir 1 prump. Þú verður ekki að tala, sko. Ég get ekki annað. Ok, reynda að hefna það. Fáum 1 lag og svo ringjum við hvert viltu ringja. Bíkó eða eitthvað banka eða eitthvað. Bara, já, banka. Glitni, ok. Herðu, Earthquake með Labyrinth og hvað, Tiny Tempa held ég, öruglega. Tiny Tempa, við Pétur erum hérna í, virkilega öflugum og þróum húmor. Pétur kom eins og áður og komið fram með prumpublöðru hérna í vinnuna í dag. Og við áður fórum í þetta lag, þá hringdu við tvisar í gulu línuna. En Pétur vildi halda áfram fyrir þetta þróum að taka upp þessi símtöl og við hringdum líka í Glitni, Íslandsbanka, eins og þetta heitir í dag. Já. Og hefur ekki bara að fá að heyra þegar þú hringdir í Íslandsbanka? Komum tímum til að stríða þeim aðeins. Já, eins og láta hann að banka heyra það. Ó, já. Herðu það? Herðu, ok, þá er það banki. Já, banki. Fór í banka, ekki banka. Herðu, bauði. Ok, ég er tilbúinn. Ég er búinn að stilla mér upp hérna. Bladar hann á sínum stað. Nú getur ekkert klikkað. Við erum stilt á FM 95 blöða. Það sem fátt klikkar. Hæ. Ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon. Ég hlusta alltaf á... Samband við þjónustuver Íslandsbanka. Ok. Athugið að símtalið er hljóðrita. Það þarf að vera raunverulegt. Já. Raunverulegt. Góðan daginn. Breyta röðinni. Þjónustuver, hvernig get ég aðstofað? Já, góðan daginn. Góðan daginn. Ég ætla að stofna þetta reikning okkur. Hæ? Ég þarf að stofna þetta reikning. Þá þarf þetta að fara í útibú. Ég er nú viðskiptavinn hérna hjá ykkur. Það er bara að stofna hana reikning. Já, en þú þarf samt að fara í útibú og skrifa undir. Hvað segirðu? Það þarf að fara í útibú og skrifa undir stofnunarreikning. Það getur ekki verið ef ég er í viðskiptum þarna. Já, það er sama. Það þarf að fara í útibú. Og hvaða bjúrókrati er þetta ég? Ég hef nú aldrei vitað næst. Ég er búin að vera í viðskiptum ykkur mörg ár.
Já, hvað er kennitala þín? Hvað segirðu? Hvað er kennitala þín? Það er 12, 13. Já. 9. Hvað segirðu? Hvað segirðu? Hvað er kennitala þín? Það er 12. Já. Já, 07. Já. 13. 1207. Þetta er heyrna. Hvað er kennitala þín? Heyrir ekki neitt þegar ég segi við þig? Nei, það heyrist aldrei til þér. Já, getið þið fengið þá einhvern samband við eitthvað sem að ég heyri? Já, hvað er kennitala þín? Ég er búinn að margtekja það, það er 12. Já. 07. Já. 15. 15. 14. Já. Nú svo ekki. Og seinni hlutin. Halló? Hvað er seinni hlutin á kennitölunni? Seinni hlutin á hverju? Kennitölunni. Ég er búinn að vera í viðskiptu þarna í mörg ár. Já, já. Ég ringi síðar. Ringi síðar. Hún fattaði ekki. Ég ringi síðar. Já, þetta var tekið fyrir í dag og það sem ég hafði svona mest gaman að spila var hvað þér fannst þetta gaman. Mér finnst það ógeðslega gaman. Eins og þú varst að ringi í gull línuna fyrst og þú ætlaði ekki að geta talað því að fannst að fyndið. Mér finnst bara svona brumsa og fyndið maður, ég geti helst ekki talað. Nei, ég meina þú ert líka á þeim aldri að þetta er virkilega fyndið, svona prömpublara. Ég held að það sé akkurat aldurshópunum sem það er að leita, fertugir og... Já, fertugir og það er í kring. En svo er reyndar sko það er alltaf svolítið, þetta er varföðvert þegar þú ert með svona prömpublöður sko. Já. Já, þú getur hitt á það, sorry gamli, stundum, þá kemur ekki nú gott hljóð í þessu, skilur við. Og nú er ég búinn að stilla henni upp í það. Já. Nei, anskotin! Nú kom ekki hljóð. Nei. Sorry, ég mátti ekki, nei fyrirgjöðu. Þannig hún áða til að klikka þessi. Nei, byttu aðeins. Hvað kostaði hann? Hvað kostaði þessi bladra, Pétur? 700 kall. 700 kall, ok. Bytta aðeins. Gefðu þessu smá síðans. Ertu með kveikt á þessu mæk eða? Já, hvað ætlar að halda áfram að leika með þessa bladru eða? Nei, ég ætlaði bara, það er nefnilega smá kunst að ná góðu sandi úr þessu, sko. Já. Nei. Þetta er ekki gott hljóð í þessu. Nei, þú ert ekki ánægð með þessa. Nei, ég hef keypt flottari og betri blöðrur, sko. Já, þú átt náttúrulega gott safnað þessu heima, ekki? Já, nokkrar, jú. Já. Ég kem með betri næst. Þú kemur betri næst, en við ætlum að tjekka hérna rétt á eftir. Þá ætlum við að tjekka á jólastemningunni í Skipholtinu. Það er mikið búið að vera, það er alltaf einhverja beina útsendinga frá Smáralind, Kringlunni, allstað að tjekka jólastemningu. Það hefur enginn tjekka á Skipholtinu og enginn tjekka á Mjóddinni. Og við ætlum að senda Pétur þangað í smá leiðangur aðtöga hvort það sé ekki allt vitlaust þar líka. Já, við höfum ekki að fá fyrst hérna Jón Jónsson og Johnny Johnson með Snjókorn Fella. Yeah, Snjókorn Fella. Þetta er fallegt. Beautiful. Fallegu drengur með fallega rödd og þetta kemur hann í jólaskapi. Hættu þessu væli maður. Grow some balls, Jón Jónsson. Nei, grín. Þetta er fallegt lag hjá hann. Hvað það er? Grow some balls, Jón Jónsson? Já. Ég var að, þetta er mótróa, Þetta er Svali Pétur að tala. Þetta er Svali Pétur. Já, þú átt að til að detti töffaran. Já, svona á miðvikutum. Já, miðvikutum. Herðu, það styttist í að Pétur fari hérna að tjekka á jólastemninguna. Við ætlum að senda hann hérna út á smá stjá, en ég var að, sko, það er Facebook og aðrir miðlar eru undirlagði núna í The Charlies, Pétur, eða Nylon. Já, þú varst að sína mér það. Já, gamli Nylon-hópurinn er, já, svona aðeins búinn að, já, hvað ég að segja, leðra sig upp. Þetta er ekki Nylon heldur leður núna, held ég. Já. Og það sem er að vera að ræða fyrir fólk sem hefur ekki séð þetta, þá eru þær framan á monitor þessa stelpu núna. The monitors. Það eru á fórsíðunni og það er vídeo á netunni sem að gengur netheimana eins og eldur í sinnu og þar voru þær í myndatökunni og það er svona, ég veit ekki, það er búið að, hvað á maður að segja? Hvað á maður að segja? Ég veit það ekki. Hvað er fólki á netinu að segja? Það er svona... Mismunandi. Það er mismunandi, við þurfum ekki að fara út í það, en það er misgálegt hvað fólk lætur út úr sér á netinu. En þær eru að reyna að ná fræð og framma í útlönd. Já, og virðast ætla að fara að leika sér svolítið með kynþokkan, en það er sko, það sem er held ég pínu skrítið fyrir okkur Íslendingar sem erum að sjá þetta vídeo núna, er að við þekkjum þetta sem litla stelpur í nælon. Já. Og þegar maður sér Ölmu bara vera að tróða puttunum upp í kokið á sér 5 sinnum í einhverju vídeo, þá er svona bara eins og litla frænkaðin sem horfir alltaf á sem 13 ára. Sér byrjuð að setja puttan upp í sig í myndatökum og þetta, það var eitthvað rangt við þetta fannst mér. Passar ekki saman. Nei, með fullri virðingu sem stelpur, þetta eru alveg hressa stelpur og skemmtilega. En er þetta ekki það sem selur?
Það verður að tróða puttanum upp í kokið á sér og halda fyrir brjóstu á vinkoninu og svona? Já, kannski ekki endilega putti upp í koka, heldur meira sexapíl. Já, sexapíl, það er eitthvað hár rétt, það er kynlífselur. Er það ekki kynlífið þetta sem að selur? Jó, ég held að sé rétt, það er Jón. Já, snýst þetta ekki kynlífið? Jó, greinlega. Það eru að detta bara í sama pakka Britney á þar. Já, þegar öllur á botni kvólta þá er þetta bara allt saman Britney eitthvað dót. Já, það er spurningi, en ég þori ekki að taka hlustendrum. Við ætlum að heyra í hlustendum hérna eftir. Nei, þú veist, þetta snýst samt alltaf með það. Þær eru svona stúknaband. Já. Og þær eru, þú veist, að reyna að koma sér á framfæri. Já. Og ég meina, lagið heitir Eat Me. Já, það bara segir meir en 1000 orð, sko. Ef að þú myndir gefa út lag sem heitir Eat Me, þá er það meira bara svona, guð minn almáttur, eða eitthvað. En ef að þær gera það, þá er þetta einhvern veginn allt öðruvísi, sko. Já, ég held að sé að spilin eins og ég sagði hann, það er því að við þekkjum hann bara sem litla stelpur í nælun. Það er ekki máli, það er aftur í okkur. Hvað myndir þú segja auðvitað í blöðum að við færum í svona feril, svona boyband? Já, sko, nú gafst þú út lag í tilefni að þessi þáttur fór hérna í loftið. Já. Sem að ég fekk ekki að vera með í. Nei. Eða sem að ég gæti ekki verið með í. Já, hann gæst ekki kostaðari. Fennum sögum á því. Já. Förum ekki djúpt í það. Nei. En segjum svo að við myndum gera svona lag. Ég, þú og kannski Sveppi. Nei, það eiginlega gengur ekki með honum. Nei, hann er barnastjarna. Já, við þurfum bara að vera með Sverri Bergmann. Ertu að tala um lag eins og Eat Me? Já, við værum bara 3. Ég, þú og einhver þriði, einhver megatöfari. Kannski bara Björn Hlynur. Já. Og við myndum búa til eitthvað flott lag og reyna og búa erlendis. Fara bara erlendis. Já, með að selja út á kynþokkan. Já, fara bara til Los Angeles. Ég væri þá augljóslega alltaf þessi chubby. Það er alltaf mjúkur strákur í öllum svona boybands. Já, ég veit það. Það er alltaf eitt mjúkur sem hefur ekki... Teddy Bear, sko. Já, Teddy Bear sem hefur ekki lúkið með sér, en hann er alveg syngur fáránlega vel, which sem ég gerir, sko. Já, ég hef heyrt þið syngja og syngur stórkostlega. Já, þú veist, þetta... En þú ert mjög sætið þó að setja mjúkur bitur. Eat me, I needed you to eat me, my baby, eat me. Þetta væri eitthvað svona, skilur? My lady, yeah. Eitthvað svona, my baby, eat me. Þú vilt nýkja það eins upp? Já, og svo kemur þú eat me, papa, yeah. Ég er náttúrulega ekki góð sögur, ég myndi taka kannski eitthvað svona, yeah, he's telling you to eat him, you know what it is that. Svo kemur eitthvað svona inn í. Já. Þetta er bara góð hugmynd hér. Það er kannski að við bara endurkjörum lagið Eat Me hérna í FM 95 blöð. Já. Ég hef heyrt verið hugmynd. Ég hef heyrt þar verið sjálfur. Já, ég var að spája núna hvort við myndum henda okkur í östuð skilaboð og heyra svo stemminguna þarna. Ætlar ekki að kíkja út og tjekka á jólastemmingunni, Pétur? Eat me. Jú. Eatin' you, eatin' me, eatin' my lady. Eatin' my lady? Eitthvað svona. Já, hann gæti verið með eitthvað skvísu. Eat you. Eatin' my lady. Já, þetta er skemmtilegt lag, við skoðum þetta, Pétur, en Pétur ætlar að kíkjast hjá og ég óskar stelpunum í Charlies allsins besta og vona þeir mikið að noti, það er ekkert flóknara. Bátur mánaðarins á Nonnabita. Kalkunabátur og gos á aðeins 1090 krónur. Nonnabiti, best fyrir svanga. iPhone 4S frá 144.990. Kíkt í Makland og nældu þér í eitt kvikindi. Makland, Klappastíg 30, makland.is. Hamborgarabúla Tómasar. Hamborgar í hádeginu. Steikborgar á kvöldin. Hamborgarabúla Tómasar. Allt sem þú óskar þér í jólagjöf. Topshop Kringlunni, Topshop Smáralind. Guarda la luna, guarda le stelle, guarda tutte le cose si sono belle. La Luna Trattoria. La Luna, ekta ítalsku veitingastæður. Rauðarárstíg 37. Fender kassa og rafmagnsgítarpakkar. Þú getur treyst á Fender. Hljóðfarahúsið Tónabúðin, Síðumúla 20 og Sunnuhlíð Akureyri. Hljóðfarahúsið.is. Komdu og kíkt á glæsilegt úrval af hlýjum og flottum Jack & Jones úlpum. Verð frá aðeins 9.900. Tilvalið í jólapakkan. Jack & Jones Kringlunni. Jack & Jones Smáralind. Hæ, Grettir hérna. Sigga, besta vinkonu mín var að kaupa sér sérsaumaða úlpu hjá nærveru.is. Hún er geðveik! Og nú er allt á 30% afslátti hjá þeim. Kíktu, sjáumst, nærvera.is. Nærvera.is í húsi verslunarinnar. Það er ógeðslega fyndið
fyndið þegar að mamma lendir á fullorðinsspjaldi og þarf að lesa eins og vélmenni. Fjölskyldu alias fær fjölskylduna til að tala saman. Fjölskyldu alias fæst í Hagkaup. Nintendo Wii ný skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Komdu í Omson og prófaðu vinsælustu leikjaftölu í heiminum í dag. Omson. We would like to play. Gvendur bóndi, gömlum hrúti líkur. Augun hvolfast og hann hugsa loks. Nú var ég að fá mig Fox. Booking.com. Grensásvegi 14. Jóla Bertóni jakkafötin komin. Herra Hafnarfjörður. Enn einn óskar landsmönnum öllum gleðilegra jóla og þakkar viðskiptin á árinu sem að líða. 190 milljónir í fyrsta vinning á annan í jólum. 1x2 við tippum. Becks kynnir Johnny and the Rest, Tríó Gumma Jóns, Begga Smára og Ilju á Gauk á Stöng annað kvöld 22. desember. Nánari upplýsingar á gaukurostöng.is. Becks léttur. Becks. FM 95 Blöð í boði. Við hjálpum þér að brúa bilið jólin. 1 SMS í 1919. Kreti. Þeir að hlusta á FM 95 Blöð á FM 957. Miðvikudagurinn 21. desember fyrir þá sem að, voru að spá í það. Kannski ekki margir, en fyrir ykkur sem voru að hugsa út í það. Þá það miðvikudagurinn 21. des og ástæðan fyrir ég að reyna að bulla hérna eitthvað er að ég reyna að hringi hann Pétur því að hann komin á stjá og við ætlum sem sagt okkur finnst þér að gleyma svolítið í þessu öllu saman í jólaflóðinu. Það staður hérna sem að ekki margir eru að versla jólagjafir á núna og við ætlum að athuga bara hvernig stemmingin er þar. Við vitum ekki hvort þið verða að versla þar eða ekki. Þetta ekki Kringlan. Sæli, hvað segir kallinn? Kallinn góður maður. Nei, það ekki? Jú. Hvað ertu staddur? Nú ég komin inn í skipholtið. Þú ert komin í skipholtið? Já. Við erum búin að heyra núna Bjarna Ara vera í Kringlunni og vera í Smáralind og tjekka á stemningunni og það virðist alltaf vera nóg að vera hjá öllu þessu liðið þarna í þessum búðum. Hvernig líst þér á skipholtið? Það má muna sinn fífil fegur ég má nota það orð. Ég trúi ekki, er lítil stemming? Já, það einhvern veginn eins og fólk svona velja alltaf bara auðveldustu leiðina. Förum bara í Kringluna, förum bara í Smáralind, förum bara Laugaveginn, þú veist, og hagsmunasamtök, þú veist, fólksins á Laugaveginum og allt þetta, sko. Já. Og maður lítur að spyrja þig, hvað skipholtið? Já, og við erum að spyrja þig núna og ekkert að gerast. Jú, ég ætla nú bara að taka hús á fólki hérna. Já. Það er nú eitthvað að pikkast þau. Nú, já. Já, ég meina hérna er bíll að keyra það, sko. Nú, já. Já. Og þetta var nú bara Volvo, nýlegur Volvo, þannig að þetta er greinilega maður sem á penning, sko. Það er greinilega einhver þarna. Já, það gæti verið að fólki sem er með mikið penningum á milli handana komið hérna í skipholtið. Já, þú meinar. Ríka fólki verslar hérna. Já, hvaða búður eru þarna? Hvað er allar að tjekka á stemmingunni? Já, ég er komin inn í búð. Hvaða búð? Sem heitir Basler. Hæ? Sem er komin í... Góðan daginn. Hvað heitir búðin? Hvað heitir þessi búð? Hún heitir Basler. Basler, ok. Basler, já. Er örtröð? Já, það er örtröð. Nei, það er nú ekki mikið, já, fólki. Nei, hvað selur þessi búð? Já. Pétur, hvað er þessi... Það er hérna að fá bækling. Já, hvað er þessi búð að selja? Hvað er það að selja hérna? Föt. Já, frá Þýskalandi. Þau eru að selja þetta föt frá Þýskalandi. Basler, ok. Baslerinn. Já. Og gæðavörur, ekki? Basler, já. Sko, við erum hérna í útvarpinu. Okkur finnst skipholtið hafa gleymst, einhvern veginn í jólahúsinni. Já. Ertu með pipakökur eða eitthvað? Svona, eitthvað. Þú ert með kaffi? Ok, en kaffi. En ekki pipakökur. Enga pipakökur. Segðu hún sé að skýta á sig með það? Já, ef maður fer í Smáralindina, sko. Kuldaskó með mannbrot. Kuldaskó með mannbrot. Eru þeir ókeypis? Nei, ef við fer í Smáralindina, þá fæði pipakökur bara ókeypis, bara alveg eins og ekki tímiláti, sko. Já. Og kaffi með því, sko. Þetta gæti verið að há skipholtinu svolítið. Þetta er kannski klúðrið sem þið eru að standa frammi fyrir í skipholtinu. Já, hún er að sína mér að mannbrota þetta. En hún sínaði hvað? Mannbrota. Já, ok. Kuldaskó með mannbrota. Já, ekki verra. 24 skall.
Já, svo eru Karlmanns, guldaskór hérna líka, sko. Nú, var þetta fyrir kvenmenn? Já, hún var að sína mig fyrir kvenmenn, ég veit ekki okkur. Ok. Já, það kannski að því að ég með kvenlegan fót. Já, nú ekki með... En heyrðu, veitti, hún með móla hérna. Nú, jæja. Hún með móla, þetta jólabrjóðsíkur. Nú, jæja. Þetta kóngabrjóðsíkur. Glæsilegt. Já, það nú stór glæsilegt. Þannig að Bastlerinn fær, takk fyrir þetta. Gleðileg jól sem leiðist takk. Bastlerinn fær alveg 10 klappan fyrir svona kóngabrjóðsíkur. En var enginn að þinni? Það var ein kona sko þegar ég kom inn. Ok. En hún gekk út með bækling. Já, hún gekk út með bækling bara, já. Gekk út með bækling og ég ætla að ræða hérna á móti, það sem hérna gallerí list. Ok, fyrir ykkur sem hafa voruð að stilla inn, þá er Pétur Jóhann Sigfússon að tekka hvernig jólastemmingin og örtröðin í Skipholtinu. Við vitum að það allt stappað á Laugaveginum og í Kringlunni og Smáralind. Já. En Skipholti að gleyma svolítið. Skipholti sko, ég ætla að stoppa þetta. Hvar ertu eiginlega? Það á Íslandi, það nú bara svona veðri. Já. Það búið að bara bæti í rók og það komið rigning og svona. Ég ætla að rölda hérna svona, ég ætla að koma inn með svolítið kostlagangi, sko. Já, láttu heyri. Þetta er daginn hér. Jæja, hvað segir þá? Er ekki stemning í Skipholtinu? Þetta er nefnilega, það vantar stemningu í Skipholti, finnst ykkur ekki? Já, ég meina, þú veist, fólk frussandi hérna fram og tilbaka og... Ég heyri nú bara ekkert. Hvað segir þú? Er enginn hann inni heldur það? Nei, það eru 4 hérna. 1, 2, 3... Eru þið? Já. Við erum að reyna að pikka upp stemminguna hérna í Skipholtinu, það. Það er allir í Smáralind einhvern veginn. Hvaða búð ert í? Þau eru hérna með konfekt. Nú, jæja. Ókeypis konfekt, maður, má ég fá einn? Bara að taka það með, ég fekk kóngamóla hérna á móti. Gefa honum þetta? Gefa honum þetta, jú. Við erum að reyna að ríða upp stemminguna í Skipholtinu, þannig að fólk sé ekki alltaf að æða í Smáralind og Kringlunni. Eða Laugaveginn. Skipholti svo við gleymast. Þannig að við þurfum öll að vera þess og standa saman. Ég Pétur, það er bara eins og standur inn í dó, sko. Já, ég veit að fólk eru hrætt við mig. Ekki sálaðan inni? Allir smeykir og tvístígandi. Nei, þetta er eins og við heldum, það er ekki mikil stemming í Skipholtinu. Hvað eru? Nei, já, gleðileg jól, maður, sem leist. Já, gleðileg jól. Takk. Svo er náttúrulega bakari. Ég meina, veitu, sem aður, þegar þú kemur inn í Skipholtið, það er allt til alls hérna. Þú veist, það er gallerí, það er hérna Bastlerinn, þú veist, fatabúð. Já. Svo er Hótel Örkin hérna meint á móti. Þú finnur eitthvað fyrir alla þarna. Heyrðu, ef þú ert svangur, hvað langar í pítu? Það er píta hérna, langar ekki það, langar í hamborgara, þá ferðu bara Amerikan stæl. En það er að nægu að taka út í minn. Já, ég heyri það. Það er samt ekki stemmingin sem vorum að leita að. Nei, reyndar ekki, sko. Ég hef oft lendið í svakalegra. Já, ég heyri það. Það er stelpa hérna. Ok. Góða daginn. Heyrðu, býrðu þið í Skipholtinu? Já. Áttu heima hérna? Já. Hvernig er stemningin að búa í Skipholtinu? Ég meina, hvað eru fólk að gera hérna? Hvað gerir þú svona á kvöldin? Og er mikið rennir í? Allir eitthvað að flauta, sko? Já. Er fólk að flauta hérna mikið? Nei. Nei? Hvað er gömul? 13. Þú er 13 á, búin að búa hérna alla þína hundstíð? Nei. Ég er bara búin að búa hérna 12. Svo, það er gaman, eða ekki? Já, dánan við Skipholtið. Já, og hvað viltu segja við fólk sem er að hugsa með sér, já, ég ætla að fara bara í Smáralindinu og ætla það. Segðu bara, nei, gitt í Skipholtið, þú bara eitt af því, eða ekki? Það er eins og sett í stormi, Pétur, sko. Já, ég er í stormi. Já, komdu bara aftur heim. Alltaf, hlusta á okkur. Heyrðu, yndislegt að sjá þig, Dúla mín. Heyrðu, Auði. Já. Með þessum fögru orðum fer ég hérna á Skipholtinu. Já, það er ekki stemmingin sem vorum að leita að hana. Já, ég menna, þú veist, kóngabrjóðsykur og súkkulaði. Viltu hafa það betra? Nei, komdu bara með heim. Ok, bye. Já, FM 95 blöð með ykkur hérna á FM 957. Það er, maður er hálf einmanna hérna í stúdíónu eins og er. Pétur Jóhann er á leiðinu úr Skipholtinu. Við vorum að tjekka á jólastemmingunni þar og, ljóta að segja þá hefur hún oft verið meiri heldur hún er akkurat núna. En það er aldrei að vita nema að þessi ferðans Péturs verði til þess að traffíkin hérna aukist eins og hann sagði, það er fullt af flottum búðum hérna og það er virkilegt líf í gangi inn í þeim búðum þar sem að fólk er að afgreiða. Það var alltaf að horfum að búða upp á konfekt og móla og fleira. En ég var að spá í að taka hérna kannski aðeins símanna minni býða eftir Pétri svo ég sé ekki hérna einmann og ég ætlaði svona aðtöga hvað er að ykkar mati hlustendur besta jólalagið og svo er ég að hugsa að það lag sem að fengi svona 2-3 atkvæði hérna, ég myndi bara henda því í gang og við skulum bara tjekka hérna þess að símanum að sjá FM 95 blöð, góðan daginn. Já, hæ. Hæ. Herðu? Já. Ég vildi bara þakka þér kærlega vel fyrir að bjarga deginu mínum. Já, það var nú ósköp lítið.
Já, þú spilaðir, ég er búin að vera að leita hérna upp á jólalaginu mínu. Já. Ég veit ekki hvað það hét og þú spilaðir það á hann og ég bara búin að bjarga jólunum. Ok, þannig að ég er búin að spila upp á hérna jólalagið þitt. Já. Ok. Ég þarf bara að vita hvað það heitir. Það var þarna með Stevie Wonder, eða? Nei, en að ljósi gluggalagið, heitir það bara? Ég bara, veist það, ef ég var alveg reynskilin, ég veit ekkert hérna. Nei. Ekki neitt tónlistin eða neitt, sko. Þannig því miður. Já. En takk, samt kjærlega, ég ætla að aðtuga hvað fólk vil heyra, hvað jólalag. Já. Ok, takk, bæm. Herði, já, maður sjá, FN 95 Blöð, góðan daginn. Já, blessaður. Sætvinur, hvað segirðu? Það er frábært. Herðu, hvaða lag langar þig að heyra? Mér langar að heyra hann Hemm og Dengsi. Hemm og Dengsi? Já, það er langt sem að heyra það. Það er helviti magnalag, sko. Já, manstu hvað heitir það? Alveg dagsatt. Alveg dagsatt, þá er alveg dagsatt komið. Veitu hvað það er? Jó, ég veit hvað það er. Mér langar að segja þetta líka. Já. Lagið ykkar. Já. Jól, eða hvað heitir. Já. Það má alveg minka spilunum því aðeins. Herðu, hættu þessu bulli. Þarna varst að tryggja það að það verður ekki spilað Dengsa og Hemmagun. Nei, ok. Hvað eitt stendur, ég lofa. Nei, bara því að ég kann vel að metta hvað þið gera, en þið verður líka að taka gagninu, sko. Já, ég veit. Ég lofa. Frábær mál. Ok, tekkar, bye. Herru, Pétur Jón er mættur inn í stúdíu. Ég er að spyrja fólk hvað jólalaga vill, Pétur. Já. Svona, ég ætlaði að leyfa hlustendum að velja næsta lag, sko. Ég hef aldrei gert það. Já, FN 95 Blöð, góðan daginn. Já, hérna... Þú voru að lækja í útvarpinu? Ég segi meiri snjó. Meiri snjó, ok. Þá það komið eitt atkvæði. Takk fyrir það. En áttu þarna jólakvað, önsuna sem við ekki. Skrámur og glámur, nei hvað þetta er. Já. Ég veit ekki, jú, þetta er alltaf nýtt, held ég. Maður sé FN 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvaða jólalag vilt þú heyra í Drafvíkinni? Herru, ég langar svolítið að fá að heyra á lagi sem þið kom með í fyrra. Lagi sem við komum í fyrra? Já, sem við letum fólk syngja þarna. Já, ok. Það má skoða það. Það er falskt, en það má skoða það. Nákvæmlega, ég meina það er persónlega. Já, persónlega. Það er alltaf komið atkvæði. Já, en ég er ósamlega hinum. Ég ætla að spila lagi ykkar oftar. Já, þakka fyrir það. En jólalagi mitt, varstu búinn að spila það? Nei, svo að þú náttúrulega jólalag líka. Já, nakkajól maður. Nakkajól, það er með þess að til hérna. Það dugar frá toppi löga, dugar niður lögafinn, skilur við með gott bassabóks í bílunum, þá mæli ég með þessu lag. Ok, nakkajól, þá Pétur komið sitt atkvæðin. Herru, takk fyrir þetta, Unnur. Ok, takk fyrir sumleiðis. Herru, við erum að hérna leyfa hlustendum að velja síðasta lag þáttanins að þessu sinni og það er eitthvað jólalag, það er ekkert lag komið 2 atkvæði. Við skulum heyra svona. Ekkert lag komið 2 atkvæði, ok. Maður sé FN 95 Blöð, góðan daginn. FN 95 Blöð, góðan dag. Góðan dag. Góðan dag. Góðan dag, þú ert í beinni útsendingu hér. Hvernig líður þið með það? Rosalega vel. Er það ekki? Hvað heitir þið? Ég heiti Erik. Erik maður. Erik Mistari Erik maður. Hvað er knattspyrnumaður minn allra tíma heitir Erik? Ég er 20. Ertu 20? Hvaða jólalag langar þig að heyra, Erik? Herri, ég væri til að heyra hana Jóla Maverick á færiðsku. Jóla Maverick. Þetta er fyrsta atkvæði sem ger Ólafsfær. Jóla Maverick. Jóla Maverick. Það eru öll lögin komið 1 atkvæði. Herru, takk fyrir þetta, mestari. Jóla Maverick. Ok, herru, þá skulum við sjá. Er það ekki bara það lag sem er fyrst til að fá 3 atkvæði? Jú, ég meina, þú ræður. FN 95 Blöð, góðan daginn. Hæ. Ég fengið Snjókot falla. Snjókot falla, já, með það upp á slagið 1. Já, með Lotta. Já, það er komið á blaða það, va? Takk, bye. Maður sjá, FN 95 Blöð, góðan daginn. Já, sæll og blessaður. Nei, sæll og blessaður. Herru, fyrir utan lagið þitt, þá myndi ég alveg klárlega velja bara hlusta á góðan geislandis með Sigga hlöðið í jólinn. Já, er það Siggi hlöð sjálfur? Það er reyndar ekki, þetta er besti aðdáðandana. Já, þetta er stærsti aðdáðandi Sigga hlöð. Hvað heitir þú? Ég heiti Bárður Páll. Bárður Páll. Herðu, þú mælið með Sigga hlöð og yfir jólahátíðarnar. Já, hann er komin á blaða hérna. Siggi hlöð og Uteblöð. Á FM 95. Herru, takk aðeinslega. Bye. Þú getur eiginlega að fá Sigga hlöð hérna með þér og Uteblöð. Hann þurfti að koma hérna einhvern veginn. Má sjá, herru, FM 95 Blöð, hvað jólalag vilt þú heyra? Við verðum að heyra Nakkajól, þetta er. Nakkajól, herru, þá er það komið 2 atkvæði. Nei, komið 2 atkvæði. Hefur aldrei heyrt það? Nei. Það er svaðalegt, kallið minn. Ég er bí spenntur. Þetta er svaðalegt lag. Þá er Nakkajól komið 2 atkvæði. Herru, takk fyrir þetta, Unnur. Ok. Herru, má sjá, FM 95 Blöð, góðan daginn. Herru, það er O Come All Ye Faithful með Twisted Sister. O Come Folly Sister með Twisted Sister, já. Come All Ye Faithful. Já. Segðu þetta fullur, maður. Já. Herru, ok, takk fyrir það, mestari. Ok, bye. Já, þetta var fyrsta atkvæði á þessu lagi. Eina lagi sem er 2 atkvæði er Nakkajól hjá Pétri. FN 95 Blöð, góðan daginn. Herru, ekki með atkvæðin. Já.
Já, ég ætla að kjósa Nakkajól með... Herðu, þá það bara orðið sigurvegari dagsins, Nakkajól maður. Það kom inn í restina. Já. Með mér úr skipboltinu. Já, þú náttúrulega, sko, þú peppaðir það svolítið upp. Já, ég veit það. Herru, takk fyrir þetta, Unnur. Takk fyrir þetta, menn. Hérna, já, þannig að síðasta lagi hjá okkur í dag, Pétur, Nakkajól, jólalagið þitt. Þetta gaf ég út, nei, gaf þetta ekki út, þetta var bara, við fórum einhvern tímann í einhverju keppni hérna, ég og Dotti, þegar við vorum hérna á FM. Já. Há bjóði þetta lag til. Er það ekki til hérna? Jó, það hérna til og það allt klárt bara. Ég ætlaði bara að spyrja þig hérna því að nú sé ég ekkert aftur bara fyrir eftir jól, Pétur. Ég ætlaði bara að þakka þig fyrir samveruna hérna í dag og vonu að hafa það sem allra best yfir hátíðarnar. Yndislegt að vera hérna með þér úti. Já, það alltaf gaman að fá þig. Bara laka til að koma hvenær. Ég stressaðist allir upp fyrir og mætti með prumpublöðruna en mikið óbúslega gaman að henni. Hún var bara hansi skemmtileg. Þetta er að fara í sögubækunar heldur. Það hárrétt eftir að við verðum mættir hérna aftur bara miðvikudaginn eftir áramót. Við Pétur feskir ekki það. Ég sé að fara neitt. Ég verð mættur hérna morgun með Hjöppa K. Það sem við ætlum að klára, Íslending ársins. Þannig að fylgist með því og þá kemur líka til okkar góðu gestur. Og já, bara stillin á morgun klukkan 4. Pétur, hafðu það sem allra besti yfir hátíðarnar. Vonað að þessi flensaðin kom ekki upp aftur. Þú varst með ykkur að guppi best. Já, við vonum það. Hafðu það sem allra besti hátíðarnar líka sömuleiðis og þið öll land úti. Já, viltu segja eitthvað hlustundur áður að ferði hérna yfir? Guð gef ykkur og gangi hægt gleðina dyr og hafið það gott hátíðarnar. Glæsilegt. Þá það Nakkajól, lagið sem var mestum beðið í jólalagakönnun okkar. Nakkanótt á jólanótt. Naturfrisk Engiferöl. Gleðilegur jóladrykkur. Á Korputorgi allt á einum stað.